Fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu segir að málefni Bakkakots hafi ekki ratað á sitt borð meðan hann stýrði stofnuninni. Hann hafi fyrst heyrt af málinu þegar fjallað var það í Kveik. Ég vissi ekki tilvist þessa heimilis einu sinni. Semja á við klínikinn og flýta opnun nýs hjúkrunarheimilis til að leysa vanda bráðamóttöku. Læknir segir enn ófremdarástand á deildinni og fólk liggi í gluggalausum rýmum svo dögum skipti. Það getur tekið marga mánuði fyrir heilbrigðisstarfsfólk frá löndum utan EES að fá starfsleyfi hér á landi. Mikill skortur hefur verið á menntuðu starfsfólki á Landspítalanum. Friðrik Danakonungur kom í opinbera heimsókn til Grænlands í dag og þykir hún mjög tákgræn. Betra seint en aldrei, segja íbúar í Nuuk. Á öskudegi var að venju nóg af syngjandi krökkum á ferð á skrautlegum búningum. Á Akureyri mátti sjá fótboltakappa, kúreka og ofurhetjur, en prinsessubúningar virðast vinsælir hjá þeim yngstu. Komið þið sæl. Bragi Guðbrandsson sem var forstjóri Barnaverndarstofu í tæpan aldarfjórðung heyrði fyrst af ofbeldi í garð fósturbarna í Bakkakoti í umfjöllun Kveiks á dögunum. Málefni Bakkakots hefðu ekki ratað á sitt borð þann tíma sem hann var forstjóri. Hann harmar atburðina og hvetur stjórnvöld til að veita fé í að bæta brotalamir í kerfinu. Þetta veldur manni miklu sársauka að hlusta á þessu raunir sem að þessi blessuðu drengir gengu í gegnum. Það ekkert öðru vísi. Vissir þú af þessu á sínum tíma? Nei, ég vissi ekki tilvist þessa heimilis einu sinni. Þetta alveg gríðarlegt umfang. Þarna eru fósturheimili vel á annað 100 líklega starfandi á þessum tíma og fjöldi barna í fóstri hátt í 300. Það var ekki nokkur leið fyrir mig að vita ég veist ekki tilvist Bakka. Já, það kemur samt fram hérna í gögnum máls að þið mæltust til þess að húsfreyjan á Bakkakoti yrði kærð fyrir ofbeldi gegn Svaveri Þór árið 2002, en það var ekki gert. Já, hvers vegna? Ég get ekkert svarað því. Ég vissi ekkert af þessu að þetta hefði komið inn á borð starfsmanna Barnaverndarstofu. En þá ekki eitthvað á Barnaverndarstofu ef að þú, forstjórinn, veist ekki af því að það standi mögulega til að kæra húsfreyjuna fyrir ofbeldi í garð þeirra drengja sem hún hafði hjá sér í vistun? Það þarf ekkert að vera. Af hverju ekki? Af því að þetta ekkert one man show, þetta barnaverndarkerfi. En þú ert ábyrgur, þú ert forstjóri. Já, en mínir starfsmenn voru fullkomlega færir að afgreiða málið á faglegan máta. Megin ábyrgðin hefur alltaf verið á veikburða sveitarfélögum og fjármagnið sem hefur verið lagt í þetta bæði af hálfu ríkis og sveitarfélaga sára lítið. Og starfsfólkið þjakað að vinnu álagi og býr við mjög erfiðar aðstæður og hefur gert það mjög lengi. Allt og mikinn málafjölda og það alveg óhjákvæmilegt að við þessar aðstæður þá fer eitthvað úrskeiðis. Já, bara ítrykka mín megin skilaboð. Ég vona að þetta mál verði til þess að menn fara að hugsa barnavernd sem alvöru úrlausnarefni í okkar velferðarsamfélagi og að það verði hvatning stjórnvöldum til þess að leggja meira fjármagn. Og lengra viðtal við Braga verður birt í Kastljósi að loknum fréttum. En hingað komin Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, prófessor í sálfræði við Háskólann í Reykjavík. Vertu velkomin. Hvernig slá þessar sögur þig, það sem að drengirnir að segja af upplifun sinni að Bakkakoti? Já, þetta náttúrulega gríðarlega alvarlegt ofbeldi sem ekkert barn ættu að þurfa að gangi í gegnum og við sem samfélag ættum að geta varið börnin okkar gegn. Nú hefur þú sjálf verið að benda á mikilvægi þess að rjúfa þögnina. Hvers vegna segja börnin svona seint frá? Það náttúrulega mjög mikilvægt en getur reynst þolendum mjög erfitt að stíga fram og ekki síst börnum. Og ástæðurnar eru margar, meðal annars hræðslan við það að vera ekki trúað, hræðslan við það að verða fyrir frekara ofbeldi eða afleiðingum af hendi geranda til dæmis og svo ekki sjálfsagt að börn hafi fullan skilning á því að ofbeldi sé að ræða og að það séu fullorðnir aðilar sem eigi að vernda þau og axla ábyrgð á því sem að fer fram og þetta var ekki síst við þegar birtingamyndin
þess eðlis að lítið hana fjallið í samfélaginu, eins og til dæmis þegar drengir eru þolendur og gerandi kona. En hvaða áhrif hefur þetta ofbeldi á börnin? Afleiðingarnar geta verið gríðarlega alvarlegar og margþættar og haft til dæmis áhrif á tengslamyndun barna og traust til fullorðinna, á sjálfsmynd þeirra, á líðan og svo eru þau mikilli áhættu á því að leiðast út í áfengis- og vímuefnaneyslu, afbrotahegðun, sjálfsskaðandi hegðun og sjálfsvíshegðun. Já, en hvað að þínu mati, hvað þarf að gerast í framhaldinu núna þegar að þessar frásagnir, þegar að þetta komið í ljós allt saman? Nú bara mikilvægt að gerendur ofbeldis og stofnanir okkar í samfélaginu sem gegna þarna lykil hlutverki axli ábyrgð og það mikilvægt að við tryggjum góðan stuðning og meðferð fyrir þolendur og að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að fyrirbyggja ofbeldi í samfélaginu og til þess að tryggja að sagan endurtaki sig ekki. Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, prófessor í sálfræði við Háskólann í Reykjavík. Takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk fyrir. Og við förum til útlanda. Þríhliða friðarviðræður stríðið í Úkraínu runnu út í sandinn í morgun, þrátt fyrir að bjartsýni hafi ríkt fyrir fundinn. Þótt niðurstaða hafi ekki fengist, segja sendinefndir að einhver árangur hafi náðst. Rússneskar, úkraínskar og bandarískar sendinefndir sátu á löngum fundi í Genf í gær, en í dag var fundurinn öllu skemmri, aðeins 2 klukkustundir. We are focused on working through the key provisions required to finalize the process. This is complex work that requires alignment among all parties and sufficient time. There is progress, but no details can be disclosed at this stage. Þótt árangur hafi náðst á einhverjum sviðum, eins og til dæmis í eftirliti með vopnahlé, ná menn ekki saman helsta ásteytingarsteinin, yfirráð í austurhéruðum Úkraínu. Rússar kvika hvergi frá sínum kröfum, sem úkrænumenn segjast ekki geta samþykkt. Как вы знаете, переговоры шли 2 дня. Очень долго вчера в разных форматах и вот еще сегодня около 2 часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча. Á meðan halda dróna og eldflaugaárásir Rússa áfram, ekki síst á orkumannvirki. Milljónir hafa glímt við orkuskort upp á síðkastið á kaldasta vetri í mörg ár. Í borginni Idzum, skammt frá víglínunni, hefur drónanetum verið komið upp. Було жутко, але зараз уже нормально, якби. Просто є розуміння, що це для власної безпеки краще так, аніж коли вже буде прилітати сюди і потім їх будуть вішати. Хотіли, тоді вони стріляють. Хоч ранком, хоч ночі, все рівно. Staða bráðamóttöku Landspítala óbreytt viku eftir krísufund starfsfólks þar sem ástandi var sagt ógna lífi og öryggi fólks. Dæmi að sjúklingar hafi legið þar í gluggalausu geymslurými í 10 daga. Heilbrigðisráðherra boðar aðgerðapakka og vonast til að þannig leysist vandinn. Það ríkir ennþá bara sama ástandið. Lítið gerst. Og ástæðan eins og marg oft áður svokallaður fráflæðisvandi, en hann verður þegar fólk sem hefur lokið meðferð á bráðamóttöku kemst ekki áfram á legudeildir, því að þar eru aldraðir sjúklingar sem bíða eftir plássi á hjúkrunarheimilum og í dag voru þeir 120. Þetta búið að vera svona í alveg heilengi. Ég held að við í félagi bráðalækna erum búin að vera að benda á ástandið allavega síðustanlega áratuginn. Álag á bráðamóttökuna hættulega mikið. Liggja nú fastir á bráðamóttöku Landspítalans. Álagið á bráðamóttökunni hefur ekki verið meira. Landspítalans hefur verið breytt í bráðadeild. Ástandið á bráðamóttöku Landspítalans geta stefnt öryggi sjúklinga í hættu. Þar af 10 á göngunum. Forstjóri Landspítalans segir álagið á bráðamóttöku spítalans alltaf ómennst. Félagar í 5 stéttarfélögum sem starfa á bráðamóttöku Landspítala komu saman á fundi fyrir sléttri viku vegna stöðu deildarinnar og þar kom fram að hún hefði aldrei verið jafn slæm, aðstæður ógnuðu lífi og heilsu og krafist var tafarlausra úrbóta. Það er gríðarlega margt í gangi til að reyna að leysa þennan hnút sem hefur myndast en sem á sér auðvitað gríðarlega langan aðdraganda. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, hefur sagt að til að leysa vanda bráðamóttöku þurfa að losa 50 til 70 rúm á spítalanum. Svona lítur verkefnalisti heilbrigðisráðherra út, sumt hefur verið ákveðið, annað til skoðunar. Síðustu daga hefur spítalinn tryggt sér 34 rými á öðrum stofnunum. Landspítali fær forgang að öllum hjúkrunarrýmum á höfuðborgarsvæðinu.
Viðræður veru við öldrunarstofnanir breytt skipulag. Það verður reynt að flýta opnun nýs hjúkrunarheimilis í Urðarhvarfi, semja á við klínikina 10 til 20 rými. Flytja sjúklinga á sjúkrahótel og taka hjúkrunarheimilið Hlévang í Reykjanesbæ aftur í notkun. Hvenær gætu þessi rými verið tilbúin til notkunar? Ég þori ekki að segja það. Ég hugsa að klínikin yrði nú fyrst. Það ekkert af þessu einfalt og hægt að gera 1, 2 og 3. Og þangað til staðan á bráðamóttöku óbreytt. Það virðist vera seinasta sólarhringinn þá sé meðaltal sjúklinga í biðtíma eftir plássjöpadeild 48 klukkustundir. Sem 8 sinnum lengri en þær 6 klukkustundir sem miðar við að fólk dvelja á deildinni og sumir dvelja talsvert lengur og í rýmum sem ekki eru ætluð fyrir sjúklinga. Þetta fólk sem liggur í gluggalausum rýmum í alltaf 140 klukkustundir, jafnvel lengur. Og við höfum dæmi að fólk liggi í gluggalausum rýmum í alltaf 10 daga jafnvel á bráðamóttöku. Hvernig fer það með heilsu fólks? Það bara fer hræðilega illa með heilsu fólks. Dæmi að það taki heilbrigðisstarfsfólk sem kemur frá löndum utan EES marga mánuði að fá starfsleyfi á Íslandi. Hjúkrunarfræðingur frá Bandaríkjunum segir skorta leiðbeiningar og handleiðslu við ferlið. Slæm staða Landspítalans hefur verið í fréttum undanfarið, sér í lagi á bráðamóttökunni, sem að miklu leyti vegna erfiðleika við að útskrifa sjúklinga af spítalanum og koma þeim inn á hjúkrunarheimili. Annar vandi spítalans skortur á starfsfólki. Samkvæmt upplýsingum frá landlækni tók vinnsla starfsleyfis umsókna í fyrra að meðaltali 4 daga fyrir þau sem luku námi á Íslandi, 37 daga fyrir umsækjendur innan EES og Sviss og 83 daga fyrir þau sem koma frá löndum utan þess eða 12 vikur. McKenna fluttist hingað fyrir rúmu ári frá Bandaríkjunum til þess að vera nær kærasta sínum sem íslenskur. Það tók hana marga mánuði að fá hjúkrunarfræðinámið sitt metið. Það var mjög flókið og líka lítið skipulag og það var mikið fram og tilbaka og mig minnir að það hafi tekið eða 8, kannski 9 mánuði allt saman. Og hvað varstu að gera á meðan? Bara vinna á sjúkraliði hér á Landspítala, ekki hjúkrunarfræðingur. Hún segir mikilvægt að einfalda ferlið og bæta upplýsingagjöf fyrir þau sem sækja starfsleyfi, sér í lagi í ljósi þröngra stöðu Landspítalans. Það virðist vera lítil sem engin handleiðsla. Landspítali gerir kröfu íslensku kunnáttu starfsfólks. McKenna segir þetta mjög mikilvægt en að sama skapi þurfi að aðstoða starfsfólk við að læra tungumálið. Mér finnst það mjög nauðsynlegt að kunna íslensku til að vinna á Landspítalanum. Því þegar fólk sækir þjónustu á spítalan við það getur talað móðurmálið sitt og líka ekki allir getur lýst einkennum sínum vel á ensku. En samt íslensku mjög erfitt tungumál. Svo mér finnst mjög mikilvægt að það sé fleiri og betri hjálpartæki fyrir þá sem vilja læra hana. 259 hjúkrunarfræðingar fengu starfsleyfi í fyrra. 204 sem menntuðu sig á Íslandi. 29 sem menntuðu sig innan EES og í Sviss. Og 26 utan EES og Sviss. Það gríðarlega mikið fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi að fá erlent starfsfólk til starfa, sérstaklega fagmennta fólk. Við erum ekki sjálfbær eins og staðan í dag að manna heilbrigðiskerfi til framtíðar og það skiptir okkur miklu máli að fá þá fljótt og vel til starfa. Væri hægt að einfalda þetta ferli á einhvern hátt? Við þurfum að tryggja það að gæði þeirra hjúkrunarfræðinga sem að koma sé í takt við það sem við þekkjum og við þekkjum í Evrópu. Þannig að það þarf að tryggja að þeir séu með sama bakgrunn og aðrir. Það er vissulega hægt að einfalda ferlið væntanlega að því gefnu að þeir uppfylli þessi skilyrði. Við höfum séð að þeir hjúkrunarfræðingar sem koma utan Evrópusambandsins hafa lent í einhvers konar skrifræði sem þarf að leysa svolítið hraðar og betur. Friðrik Danakonungur kom í opinbera heimsókn til Nuuk í dag. Heimsóknin táknræn í ljósi ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland. Einkaþota konungs lenti í Nuuk í morgun og útsteig nokkuð alþýðlegur Friðrik X. Formaður landstjórnar Grænlands og forseti grænlenska þingsins tóku vinalega á móti honum. Det altid en stor glæde for mig at være i Grønland, møde det grønlandske folk
opleve naturen. Det grønlandske folks ve og vel, det ligger mig meget på sinde. Det har det altid gjort. Det vil det altid gøre. Heimsóknin stendur fram á föstudag og dagskráin þétt, aðalega þó skoðunarferðir og kurteisishjal. En dulin ástæða heimsóknarinnar þó allt annað en kurteisleg. Hvad har de følt de sidste mange måneder, hvor Grønland har været under så hårdt pres? Jeg kun sige, det grønlandske folks ve og vel, det ligger mig meget på sinde. Ekkert hefur nefnilega heyrst í friðriki síðan ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland náði hámarki í byrjun árs. Það að hann heimsæki Grænland núna sendir skýr skilaboð til íbúa þar. Hirðfrétta sérfræðingur danska ríkisútvarpsins segir tímasetninguna hugsaða. Det kan ikke ske midt i en akut krisesituation, også fordi han skal passe utrolig meget på, at han ikke kommer til at agere politisk. Men det jeg vil sige nu, det er, at selvom krisen mellem Grønland, Danmark over for USA ikke er et overstået kapitel, så er den dog inddæmmet. Og det betyder så også, at så er døren sådan set slået op for kong Frederik. Grænlendingar virtust almennt ánægðir með komu konungs, en fannst hann heldur seint á ferðinni. Jeg synes, han skal komme lidt før. Ja. På grund af alt det der ballade, der er med Trump, ikke? Bedre sent end aldrig, måske. Vi har jo fået skuldrene lidt længere ned nu. Men alligevel, altså der er jo ikke en løsning på det. Betur fór en á horfðist þegar eldur kviknaði í sinu upp við íbúðarhús í Álftartungu á Mýrum á 11. tímanum í morgun. Ábúendur börðust við eldinn sem var kominn að sökkli hússins með skóflum og duftslökkvitækjum. Logarnir breiddust hratt út enda hvass vindur. Þegar slökkvilið kom á staðinn var rétt tæpur hektari brunninn en fólkið hafði náð að beina eldinum frá húsinu. Varðstjóri hjá slökkviliði Borgarbyggðar segir þetta fyrsta alvarlega útkall vetrarins vegna sinubruna. Það sé mun fyrr á ferðinni en oft áður. Hættan yfirleitt mest frá því snjóaleysir í byrjun apríl og þar til sumargróðurinn hefur tekið við sér. Hann hvetur fólk til að fara varlega með eld. Þetta er náttúrulega bara alveg skelfilegar aðstæður, ef svo má segja, varðandi sinuelda. Það er óbúslega hvasst og allt skraufaþurrt. Það hefur ekki rignt hérna í margar vikur eða mánuði og það er síðan snjóað. Þannig að það eru bara mjög krítiskar aðstæður hérna í okkar umdæmi og okkar svæði. Þannig að það má bara nánast ekkert út að bregða og þá missum við þetta því meðan það er svo mikill vindur. Þá er þetta mjög fljótt að bregðast út. Mikil loftmengun hefur mælst á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga og gæti orðið áfram. Rykbindi efni ekki til á landinu og kemur ekki fyrir eftir helgi og útlit fyrir áframhaldandi þurrk. Eftir snjósprengjuna sem var hérna á höfuðborgarsvæðinu í október þá hefur nær ekkert snjóað. Og þegar það alveg snjólaust og veður stillt eins og síðustu daga, þá eykst svifryksmengun mikið. Þó að loftgæði hafi að mestu mælst góð á höfuðborgarsvæðinu í dag vegna vinds hafa mælar verið gul og rauðglóandi síðustu daga. Snjókoma sem spáð var í dag lét ekki sjá sig og rykbindi efni uppurið. Aldrei hefur þurft að nota jafn mikið af því og undanfarið. Kemur bara ljós svo bara búið. Bara okkar byrgi var bara ekki með meira. Það er reyndar í skipi á leiðinu frá Færeyjum akkurat núna og á koma vonandi eftir helgi og við óskuðum eftir tvöfalt meira magn heldur við höfum vanlega pantað hingað til. Vonandi gerst þetta ekki aftur en eins og segi þetta er aðstæður sem við bara sáum ekki fyrir, bara því miður. Borgin sér að hreinsa og rykbinda innan Reykjavíkur að undanskildum stofnbrautum sem Vegagerðin sér en þar myndast mesta mengunin. Ekki er hægt að hreinsa götur þegar hiti er undir frostmarki. Karl segir borgina sjaldan hafa gert jafn mikið og í vetur þegar veður leyfir. Ef þetta fyrir að vera vani hérna á Íslandi, fá svona þurrkatímabil og hérna það sem er mikið logn, þá viljum við kannski geta brugðist við og við erum að skoða núna hvort það séu tæki og annað erlendis. Það er ekki mikið í boði, það er kannski eitthvað sem við getum redda okkur í framtíðinni en í dag er þetta bara ekki til á landinu. Úrkomu er ekki spáð á höfuðborgarsvæðinu fram yfir helgi og búast má við hægum vindi. Því gæti mengun orðið talsverð næstu daga. Það bara að fá að forðast útivist í nágrenni við stóru stoppgöturnar okkar, þjóðvegina í þéttbýli og reyna að nýta sér vistvæna samgöngumáta. Eins ef fólk getur verið í fjarvinnu, reynt að hvíla bílinn, minnka umferðarmagnið á götunum, þá er það allt jákvætt og getur hjálpað. Hringvegurinn austan Kirkjubæjarklausturs var lokaður fyrir hluta dags vegna veðurs og ófærðar. Smárúta með 7 innanborðs hafnaði þar utan vegar og hlutu einhverju lítilsháttar meiðsl. Gul viðvörun og óvissustig var á Suður- og Suðausturlandi fram eftir degi.
Það óhætt að segja að það séu erfið akstursskilyrði hér á Suðurlandi. Við rétt silumst áfram. Þetta nánast alveg blint framöndan. Have you ever driven in these conditions before? No. No, I mean, not really, to be honest. I mean, like, it's probably like our first time for everyone driving like a van like this. Where are you headed? Well, to be honest, we don't have the plan, but I think we're headed somewhere like anywhere the road isn't closed. Some waterfalls or something like that. Þrátt fyrir hríðarveður og gular veðurviðvaranir freistuðu margir erlendir ferðamenn þess að reyna að skoða landið. Sumir enduðu ferðalagið utan vegar á meðan aðrir náðu að komast á áfangastað. How do you find driving in the snow? For me, it's okay. It's my 5th time in Iceland, and I knew that the road conditions couldn't be like that. You have to drive a little bit slower and safety, and always have a look if the road is closed or not. And then I think it's possible to drive, and it's important to have spikes. I mean, it's not as impressive as in the summertime. I think it's always impressive, even when it's snowing. So it's worth it? Yes, it's always worth it. Og við biðjumst velvirðingar og það vantaði þýðingu þar sem þau voru að segja þessir erlendu ferðamenn reynslu sína af því að ferðast Ísland. En ofurhetjur, kúrekar, forsetar og ýmsar sjaldséðar furðuverur voru á ferðinni í dag og sungu í von sætindi eins og venjan á öskudegi. Sumir hófu daginn á talsvert eldri hefð og fengu öskukross á ennið. Öskukross á enni forn kristinn siður hugsaður sem hvatning til íhugunar við upphaf lönguföstu. Í Hallgrímskirkju var boðið til öskudagsmessu og þeir sem vildu voru þar syngdir með öskukrossi og áttu rólega samveru í morgunsárið. Á sama tíma voru ekki sömu rólegheitin á Glerártorgi á Akureyri. Sumir búningarnir höfðu verið lengi í bígerð, aðrir voru alsælir með það sem var hendi næst, en hjá öllum sami spenningurinn að fara heim með poka fulla af sælgæti. Hvað eru þið eiginlega? Trolls. Hvernig gerðu þið svona í hárið á okkur? Með flöskum. Við erum 67 ára gamli kallar. Já. Þið eru 67 ára? Lítum á svona þegar maður er 67 ára? Já. Ég er Arsenal gæði sem að elska bara Arsenal svo mikið og ég bara til Thierry Henry, ég elska hann. Og þarftu að þykjast mikið til að vera svona Arsenal maður? Nei, það er ekki að þykjast, ég er. Já, ég er Steinríkur í myndin Ástríkur og Steinríkur. Já, mamma hennar var að sauma þetta og eitthvað. Já, dálítið mikið brað sko. Hann er bjartur og nýr með sín ævintýr frá morgnir sólardags. Donald Trump Bandaríkjaforseti. Að sjálfsögðu, hvernig kemur maður sér í gerfi hans eiginlega? Pantar af AliExpress húfu. Hvernig lög syngja Donald Trump Bandaríkjaforseti og öryggisverðirnir hans? Þeir syngja ljóminn. Vistu hvað ljóminn er ljómandi góður, ljóminn er betra en ég hugsaði mér. Ég er litla hammejan. Og þú ert í þessum fína kjól og svo ertu með hvað? Svona einhvern töfrasprota? Já, sem getur galdrað allt sem er í sjónum. Vá, en þú? Hvað ert þú? Elsa. Þarf maður að gera eitthvað sérstakt til að leika Elsu? Nei. Bara að fara í kjólinn? Já. En þú, hvað ert þú? Ég er Fríða. Þú ert Fríða, eins og í Fríða og dýri? Ég er Rúmi. Hver er Rúmi? Það er teiknimynd persóna. Ok, má ég sjá aðeins að þér hárið? Það er rosalega flott. Vá, hver gerði svona fínt í hárið á þér? Mamma. Mér er heitt og mér er kalt í Akureyri. Og þá það veðrið. Bakkinn sem hefur valdið snjókomu á Suður- og Suðausturlandi hefur mjakast suður á við eftir hádegið og í kvöld fer hann væntanlega alveg út af landinu og þá styttir upp á þessum slóðum. Hins vegar kemur annar bakki að landinu úr norðri og því fer að snjóa norðanlands í kvöld. Norðlæg átt 5-13 metrar á sekúndu á morgun með ofankomu á norður- og austurlandi en léttskýjað sunnan heiða. Áfram verður frost allt land en við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum.
Íslenskir alpagrenna-keppendur luku keppni á vetrarólympíuleikunum í dag þegar keppt var í svíi kvenna. Mikaela Shiffrin frá Bandaríkjunum sótti langþráð ólympíugull. Arnar Pétursson, þjálfari kvennalandsliðsins í handbolta, hefur valið hópinn sem mætir Svartfjallalandi í 2 leikjum í undankeppni EM í mars. Og Breiðablik spilar seinni leik sinn á móti sænska liðinu Häcken í 8. liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta á Kópavogsvelli í kvöld. Förum yfir þetta og fleira til í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að fyrrverandi forstjóri Barnaverndarstofu segir að málefni Bakkakots hafi ekki ratað á sitt borð meðan hann stýrði stofnuninni. Hann hafi fyrst heyrt af málinu þegar fjallað var það í Kveik. Semja á við klínikina og flýta opnun nýs hjúkrunarheimilis til að leysa vanda bráðamóttöku. Læknir segir enn ófremdarástand á deildinni og fólk liggi í gluggalausum rýmum svo dögum skipti. Það getur tekið marga mánuði fyrir heilbrigðisstarfsfólk frá löndum utan EES að fá starfsleyfi hér á landi. Mikill skortur hefur verið á menntuðu starfsfólki á Landspítala. Friðrik Danakonungur kom í opinbera heimsókn til Grænlands í dag og þykir mjög táknræn. Betra seint en aldrei, segja íbúar í Nuuk. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatími okkar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá RÚV.is og nýjustu fréttir þær má alltaf finna inn á RÚV.is. En við á fréttastofunni við ætlum að þakka ykkur samfylgdina það sem af þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Hvernig dettur henni þetta í hug? Mér liggur hugur á að vita það. Hvernig á þetta flétta saman? Það er nefnilega, já, og svo það þetta er snilldin. Kiljan, þáttur sem löngu orðinn ómissandi í bókmenntaumræðunni í landinu. Ólympíukvöld, samantekt frá viðburðum dagsins á vetrarólympíuleikunum á